Ráðamenn fiskvinnslunnar. Nú unnið að endurbyggingu fiskvinnslu Þórs HF á Eskifirði en stór tjón varð þar í bruna fyrir 10 dögum. Elín Hirst segir frá. 2 milljóna tjón varð þegar eldur kom upp í fiskvinnsluhúsi Þórs HF að kvöldi föstudags þann 25. ágúst síðastliðinn. Talið að eldurinn hafi kviknað út frá hitaleiðara sem settur var upp sama dag í tengslum við frystiklefan í húsinu. Nú unnið á fullu við að rífa klæðningu af þaki fiskvinnsluhússins. Húsið sem nýlegt 2 álmu steinhús mjög illa farið og í brunanum eyðilögðust mikið af tækjum, frystiklefi og nokkuð magna fiski, bæði síld og saltfiskur. Stefnt að því að endurbyggja húsið og jafnvel að hluti þess verði komin í gagnið þegar síldarvertíð hefst. Þórarinn Hávarsson, fréttaritari Stöðvar 2 á Eskifirði, sem tók þessar myndir, ræddi við Ingvar Gunnarsson, eiganda Þórs HF. Þarftu að byggja allt frá grunni eftir brunann í síðustu viku? Ja, það get ég ekki séð annað. Þetta ósköp lítið sem eftir. Það nánast allt ónýtt. Þú getur notað útveggi? Já, það mun vera hægt að nota þá. Getur þú svona giska á áætlaðan kostnað við uppbyggingu? Ég hef ekki gert mig grein fyrir því ennþá. Það auðsjáanlega mikið sem það kostar að byggja þetta upp. Ertu bjartsýnn á að geta saltað einhverja síld í haust? Ég alltaf bjartsýnn og maður reynir að gera sitt besta í því að koma þessu upp sem fyrst.